Komið þið sæl. Í þessari upptöku sem hér fyrir eftir verður farið yfir hvernig innlestur og framsetning á riðargjörnum er framkvæmdur í Fjárvís, en þetta er viðbót við kerfið eftir að hið stóra átaksverkefni arfgerðargreiningu vegna riðusmita og príonplóturinn hófst snemma á þessu ári. Í þessu erindi verður farið yfir hvernig sýni eru forskráð á gripi, hvernig sýnin eru lesin inn og hvernig framsetning á niðurstöðunum eru birt í Fjárvís. Það birtast litaflögg og hvað þýðar litaflöggin, gripalisti og upplýsingar um gripina, sýnaleit bænda, foreldragreining og síðan er þarna verkfæri eins og arfgerðarspá og þarna birting á upplýsingum úr arfgerðarspánni í þunga- og dómaskráningu og eins er verkfæri sem heitir valpörun. Mikilvægast af öllu til þess að þessi verkfæri virki, það er skráning við sýnatöku. Og það þarf að skrá sýnanúmerinn í Fjárvís strax eftir að sýnatöku er lokið. Þannig er númer sýnisins strax tengt við réttan grip og það fylgir honum þannig þangað til niðurstöðurnar eru komnar og þó svo að sýni sé tekið á lampi og það sé búið að breyta því fullorðsnúmer þá er bara tryggt að sýni það fylgir alltaf gripnum áfram eða hann er seldur á milli bæja að niðurstöðan lendir hjá réttum grip. Það er ætlast til þess að bændur muni gera þetta sjálfur, það er að tengja saman gripi og sýnanúmer og ef að þess sem ekki treysta sér í það þá er hægt að kaupa það þjónustu hjá ráðgjafarmiðstöðinni að skrá þetta inn. Þetta er gert með því að fara í forskráning sýna. Þegar búið er að skrá sýnatökuna þá fær gripurinn lítinn DNA-helix hjá sér í gripalistanum sem táknar að sýnin hefur verið tekið og því þá það er búið að forskrá sýnanúmer á þennan grip. Og þennan helix sjáið hérna skjánum í kringum músina það er þetta litla græna merki sem birtist fyrir framan númer gripsins í gripalitinu. En ef ég sýni ykkur þetta hér inn í Fjárvís þá til þess að fara í að forskrá sýni þá farið hér í skráning og forskrá sýnanúmer. Þá opnast í raun og þessi valmynd hérna og það er hægt að vinna annað vera að skrá sýnanúmer og lömb eða fullorðna gripi. Og það er það sem er valið hér í grunninn. Og maður skráir yfirleitt bara lömb á opn framleiðsluári þannig að það er skráð lambanúmer á því ári. Síðan er þá í raun og sýnanúmeri slegið hér inn og greiningaraðili er valinn eða til hvað greiningaraðila sýni þau farið en það er forsenda fyrir því að niðurstaðan komi rétt inn í kerfið þar sem að sýnanúmeri er innkvæmt hjá greiningaraðilum. Þetta er hægt að gera svona fyrir einn og einn grip í einu, en fyrir þá sem að taka sýn mörgum gripum, þá er hægt að útbúa skrá í Excel og lesa hana hér inn á CSV-formi og ef þau eru með lista, skrárnar þurfa að vera aðgreindar, það þarf að vera sérskrá fyrir lambanúmer, það sem er þá lambanúmer, númer á sýninu og fæðingar á landsins og svo áður en innlestur er lesin inn og þá er valið hver greiningaraðilinn er. Ef við erum eingöngu með lista í fullorðna gripi þá er valnúmer og sýnisnúmer sem fara yfir listanum og þannig er hægt að lesa niðurstöðurnar Kerfið leið og innlesturinn er framkvæmdur hérna þá fer fram ákveðið villutek og kerfið lætur vita ef eru villur í listanum. Þegar búið er að tengja sýnið við grip og niðurstöðan er komin þá er það ráðgjafarmiðstöðin sem að lesa niðurstöðurnar inn og þá fá gripirnir merkingu með lituðu flaggi í gripaleit sem er lýsandi fyrir arfgerð gripsins. Annars er gripurinn merktur út frá niðurstöðu samsettar arfgerðar, það er lituð flögg. Og hins vegar það gripir sem hafa áhugaverðan breytileika í einu eða fleiri á sætum 137, 138 og 151 merktir sérstaklega og það er grátt flagg. Það er grátt flagg sem stendur vegna þess að það eru í gangi rannsóknir á þessum sætum það hvernig verður unnið með þær í frekara kynbótastarfi. Það liggur fyrir hvernig verður unnið með hina hefðbundnu arfgerð, en leið og eru komnar niðurstöður úr þessu rannsóknum þá verður litnum á breytileika fyrir sæti 137, 38 og 151 breytt til samræmis við hinn flöggin eða búin til nýja litir. Hvað þýða litaflöggin? Þetta er svona eins og öfugt umferðarljós sem byrjar á grænu og endar rauðu, nema umferðarljósin það er rautt efst og grænt neðst. Dökkgrænt flagg þýðir að gripurinn er arfleittvendandi og öll afkvæmi þau munu fá þessa samsetningu í framtíðinni.
Enn sem komið hefur engin einstaklingur fundist með þessa arfgerð en þeir munu koma á næstu árum. Ljósgrænt flagg þýðir að gripurinn með vendandi arfgerð en hann arfblendinn fyrir lítilnæmri eða hlutlausri arfgerð og það 50% líkur á því að afkvæmin fái þessa arfgerð. Og enn sem komið eru aðeins gripur á einu bú á landinu sem hafa þessa arfgerð, það í Þernesi. Hérna sjáum við í raun og mynd hvernig þetta birtist, að það kemur svona ljósgrænt flagg fyrir aftan sína hjá gripinn í lista sem að táknar þá að þessi gripur hefur í sæti 171 samkvæmt síni. Dökkblái liturinn, dökkblátt flagg og ljósblátt flagg, það táknar í raun og lítið næma arfgerð eins og hefur verið unnið með í kynbótum hér á Íslandi á undanförnum árum og nokkur bú hafa verið að kynbæta fyrir þessar lítið næma arfgerð. Og þetta breytileiki sem skiptir máli í baráttunni gagnvart riðuveiki. Og dökkblátt flagg táknar þá í raun og gripir sem arfhreinir fyrir henni og öll afkvæmi þeirra munu fá þá arfgerð. Og ljósblátt flagg táknar þá það gripir sem eru arfblendnir fyrir lítið næma arfgerð eða hlutleysu og helmingur afkvæma færa arfgerðin áfram. Gult flagg raun og þessi hlutlausa arfgeng sem algengust í íslensku sauðfé og það arfgerð sem veitir enga sérstaka vernd gegn riðuveiki. Appelsínugult flagg, það gripur sem hefur áhættuarfgerð en hann getur haft lítið næma arfgerð eða 171 einnig. Og þetta gripur sem ætti ekki að vinna með í kynbótum áfram nema liggi fyrir arfgerðarpróf á afkvæmum þeirra. Því að þeir geta borið vendandi eiginleikann og verið lausir við það að bera áhættuarfgerðina. Það alveg möguleiki, en ekki að setja áhættuðum í blindni. Rautt flagg táknar síðan gripið sem eru með áhættuarfgerð, annarkvort arfhreinir eða arfblendnir á móti hlutlausri arfgerð. Og þetta svona gripir sem mælst til þess að vera ekki að kynbæta undan og ekki vera að vinna með frekar í kynbótum. Grátt flagg birtist aukalega hjá einstaka gripum ef það áhugaverður breytileiki í einu eða fleira sætum 137, 138 eða 151 og þá koma í raun og 2 flögg á þarna hjá viðkomandi gripum. En við skulum bara skoða hérna eins og hvernig þetta birtist í sýnaleit bænda, hvernig hún virkar svona í raun og skjánum og það ýmsir möguleikar sem hægt að vinna með. Ég ætla í raun og bara að velja alla lifandi gripi sem hafa 6 sæta greiningu á þessu búi. Og þá birtist þetta í raun og svona. Hér eru nokkrir mismunandi litir á gripunum. Og hér gripur sem hefur í raun og hefur 2 flögg, hefur gult flagg sem táknar þau raun og hlutlaus arfgerð. Og þegar maður smellir músinni hérna yfir þá kemur í raun og þessi textu upp sem táknar það fyrir hvað flaggi stendur. Hér kemur gult flagg, hlutlaus arfgerð sem veitir enga vernd gegn riðuveiki. En til hliðar í raun og grátt flagg sem táknar að það áhugaverður breytileiki í einu eða fleiri á sætum 137, 138 og 151. Og þá þarf að skoða þá nánar. Og hér kemur í ljós að þessi gripur með enn í sæti 138. Hér annar gripur með grátt flagg og sá gripur með C hér í 151 sem þessi áhugaverður breytileiki í einu af þessum sætum. Gæti verið í fleiri en einu sæti. Hér til dæmis gripur með rautt flagg sem táknar áhættuarfgerð. Og það þá gripur sem ætti ekki að vinna með áfram í kynbótum. Svona þetta sem þetta birtist í raun og í sýnaleitinni hjá gripum. En hvernig birtast niðurstöðurnar? Það birtast í gripaleitinu og eins í því sem heitir sýnaleit. Og eins og ég var að sýna hérna áðan, ef músin rennt yfir flaggið í gripaleistu þá birtist texti með stuttur útskýringu. Í ættatrénu síðan hægt að skoða niðurstöður forfeðra þar sem þær eru þekktar. Og svo í nýjum flipa undir gripaleitinni sem heitir arfgerðargreiningar DNA hægt að nálgast allar niðurstöður úr arfgerðargreiningu viðkomandi grips. Og hugsunin svo að undir þessum flipa verða allar frekari greiningar sem verða aðgengilegir í framtíðinni að vera þróuð frekari arfgerðargreiningarpróf fyrir sauðfé.
Ég sýndi ykkur hérna áðan sýnaleit bænda og hér þarna getið farið í raun og veru bara líka inn í gripaleitina og þá birtist gripurinn í gripaleit, opnast inn í nýjum glugga og hér eru arfgerðargreiningarnar. Hann kannski farið þessa hefðbundnu leið sem að flestir fara að, hún hér í gripaleit. Og við getum raun og veru bara valið þarna alla lifandi ær og þá hér heilögsin fyrir framan fyrir þá gripi sem hafa sýni og niðurstöðurnar birtast í raun og veru hér fyrir aftan í gripaleitinni. Fyrir þá sem að vilja ekki hafa þessar upplýsingar hérna í gripaleitinni þá hægt að velja hér í stillingum að taka þessi sæti út og þau birtast ekki. Hér skulum skoða ættatrið hérna hjá þessum grip hér að hér gripur sem með áhættuargerð og með rautt flagg og arfgerðin kemur hérna í raun og fyrir neðan og móðurinn líka með áhættuargerð þannig að hún hefur komið þar í gegn og væntanlega hefur áhættuargerðin þá komið einhvers staðar hér úr móðurætt þessa grips og svona hægt að kannski rekja sig svona aðeins áfram. Og hér undir eru í raun og líka síðan allar upplýsingar viðkomandi grip og greiningarnar. Síðan það þannig að það náttúrulega hægt að taka fleiri en eitt sýni úr sömum gripum og í einstaka tilvikum að þá kannski heppnast ekki sýnatakan. Og hérna ætlum við að skoða grip það sem voru fyrir sýnataka mistókst og þá koma í raun og hér þessar upplýsingar tómt tilki. Og það þýðir bara að sýni hefur í raun og mistekist. Síðan tekið annað sýni og sú greining heppnaðist og þær upplýsingar voru lesnar inn. Og síðan getur það náttúrulega í raun og líka bara komið fyrir að séu tekin fyrir mistök, fleiri en eitt sýn og grip eða gripur verði endurgreindur seinna. Eins og var gert núna með alla eldri sæðingarstofur út það voru bara til 2 sæta greining úr þeim en það var síðan tekin sýn úr þeim aftur. Skulum bara leita hérna sæðingarhrútunum. Hér til eldri greining og sýni þar sem var bara 2 sæta greining. En hér búið að lesa inn niðurstöður úr nýrri 6 sæta greiningu. Og þá verður það sýni sem rétt herra og birtist. Og það eru ráðunautar sem stjórna að geta virkjað umsjónarmaður sem virkjar það hvað sýnir rétt á viðkomandi grip eða til fleiri en einu niðurstöðu. Og ef það kemur náttúrulega fyrir að sýnunum stemmir eitthvað þá náttúrulega fari einhver yfirleitt að vita hvort að sýnið sé skráð á réttan grip eða hvort að hafa einhver mistök átt sér stað. Ég ætla að sýna ykkur líka hérna einn grip en bara svona að ganni hérna. Þetta allt hérna gripir frá mínu eigin búi. Hér gripur sem var með áhættuargerð og ef ég fer hérna í raun og í ættatrið fyrir þennan grip þá sé ég í raun og veru hér að það gult flagg hérna á móti hjá föður og þá veit ég að áhættuargerðin hún kom ekki frá föður til þessa grips. Þannig að það rautt flagg hérna. Þannig að hann hefur fengið það væntanlega frá þessari móður sinni. Hér gult flagg á móti, þannig að hún hefur fengið það frá móður. Hér gult flagg á móti, þannig að hún hefur fengið það frá móður. Hér gult flagg á móti, þannig að hún hefur fengið það frá móður. Og ef ég smelli svo hérna lengra aftur, og þá hér rautt flagg hér í 7. ætlið fyrir aftan sem líklega leiðin upp í þennan grip. Sem sýnir raun og veru hvað þessar arfgerðir geta legið kannski dullt lengi og nauðsyn þess að þá taka sýni ef menn vilja vera fullvissur það hvað arfgerð í gripunum hjá sér. En samhliða því að upplýsingarnar séu lesnar inn í kerfið þá fer fram athugun og ætterni. Þannig að þegar verið að lesa inn sýni á nýja gripi þá athugað hvort að foreldrar gripsins hafi greiningu og hvort að niðurstaðan fyrir viðkomandi grip stemmi með foreldrana.
Ef slíkt gerist ekki, þá birtist svona rauður hringur hérna í gripaletinni. Og ef músin fer yfir þennan rauða hring, þá kemur arfgerð grips, passar ekki við arfgerð foreldragrips. Og það þá eitthvað sem þarf að taka fyrir og skoða sérstaklega hvað veldur. Síðan í kerfinu verkfæri sem heitir arfgerðarspá og hún þarna uppfærð í raun og veru við hvern innlestur á nýjum niðurstöðum, þannig að þá reiknuð í raun og veru ný arfgerðarspá fyrir alla gripi í kerfinu. Og þessi spá hún byggir á þeim upplýsingum sem eru líklegar fyrir arfgerð grip á búinu, byggt á þeim niðurstöðum sem eru til staðar fyrir foreldra. Og hún birti þau raun og veru hvaða líkur eru á hvaða arfgerð gripinni geta borið. Og ef eingöngu annað foreldri með þekkta arfgerð, þá fá gripirnir birta líkur á þeim arfgerðum sem eru þekktar en eru merktir með spurningamerki þar sem það ekki hægt að meta líkurnar að fullu. En það sem báðir foreldrar hafa greiningu, þá náttúrulega hægt að spá fyrir með fullri vissu hvað líkur eru á réttri arfgerð. Og arfgerðarspáin hún birtist einnig við skráningu þunga og í dómaskráningu. Og þetta allir sýnir ykkur hérna nánar bara inn í kerfinu. Það hérna undir yfirlit eitthvað sem heitir arfgerðarspá. Og nú ætlum bara að skoða arfgerðarspá fyrir alla gripi fædda núna árið 2022. Og þá eru hér gripur sem hefur greinilega sem sagt báðir foreldrar hafa greint sýni. Þannig að það eru hér 50% líkur á því að afkvæmið sé með lítilnæmi arfgerð og 50% líkur á því að það sé með hlutlausa arfgerð eða gult flagg. Hér gripur það sem að bara aðeins annað foreldrið hefur arfgerðargreiningu og þá kemur raun og þetta spurningamerki. Það eru allavega 100% líkur á því að annað foreldri gefi eingöngu hlutlausa arfgerð, ARQ. Hérna erum við með sama spurningamerkið áfram og það er 50% líkur á lítilnæmi arfgerð og 50% líkur á hlutlausa arfgerð. Og það er vegna þess að faðirinn ber það arfgerð en við vitum ekki hver arfgerðin hjá móður. Og því ekki hægt að spá fyrir hana. Það er hægt hérna sem sagt að leita hérna kallaði eftir öllum gripum en við getum kallaði eftir bara öllum gripum sem hafa blátt flagg eða lítilnæmi arfgerð. Eða sem sagt arfhreina líkur á því að vera arfhreini lítilnæmir. Og svona þá kannski hægt að þrengja eitthvað þann lista sem menn vilja vinna með og skoða í framtíðar þegar við að velja ástandslömbin. Hérna hægt að skoða til þess öll lömb sem að væru með áhættuarfgerð í sinni spá og borga sig þá væntanlega ekki að vinna með áfram með frekari kynbótum. En hvernig birtist þetta í þungayfirliti og dómaskráningu? Skulum bara fara hérna í að skrá lífþunga og ég ætla bara að slá hérna inn bara lambanúmer. Ég bara slá hérna inn lífþunga og það kemur hér fyrir neðan í yfirliti gripsins að koma þessar hefðbundnu upplýsingar gripinn og þá kemur hér arfgerðarspáin og það eru hér 3 mismunandi litir og flöggur og þeir eru skáletraðir. Hérna. Stækka þetta aðeins, þeir eru skáletraðir hérna sem táknar það að þetta þá í raun og veru spá. Nú ætla ég bara að skrá þennan þunga. Síðan ef að hefur verið tekið sýni úr einhver lambi að vorinu þá kemur í raun og veru bara eitt flagg sem niðurstaðan á því sýni sem var tekið og hún ekki skáletruð. Það táknar bara að þetta bara arfgerðin sem þessi gripur hefur og þá birtist bara eitt flagg. Það raun munurinn ef menn hafa tekið sýni úr lömbum þá birtist bara eitt flagg en ef að lömbin hafa ekki greiningu þá birtast í raun og veru litirnir og öllum flöggunum sem eru
möguleg fyrir þennan viðkomandi grip. Og síðan fara þessar upplýsingar síðan í raun og veru áfram í þungayfirlitið. Það er ekki búið að skrá mikinn þunga hérna á gripi hérna. Ég var að skrá þetta hérna eina lamb og þá í raun og veru birtast þessi flögg hérna fyrir aftan og þetta geta við skoðað í þungayfirliti. Sama virkni er í dómaskráningunni að leið og þannig að maður slær hérna inn lambanúmer og þá birtast hérna í raun og veru upplýsingar úr arfgerðarskráni hérna til hliðar ásamt upplýsingum lambið. Og ef það er skáletrað þá þýðir það að það er spá, en ef það er bara eitt flagg og ekki skáletrað þá er þetta sýn úr lambinu og það er niðurstaðan fyrir það viðkomandi lamb. Að endingu er verkfærið valpörun og það er pörunlíkan sem er aðgengilegt á forsíðu og þar er hægt að para saman hrút og sjá líklegar arfgerðir úr afkvæmis úr þeirri pörun. Og þá þarf að slá í rauninni númer gripsins og velja síðan að sækja viðkomandi grip og þá koma þessar upplýsingar og það er síðan hægt að vista þessar paranir og taka út í Excel eða prenta út. Ef menn vilja búa til lista yfir þá gripi sem á að halda undir viðkomandi grip. Og þetta er hér á forsíðu, heitir valpörun og ætla ég bara að sækja hérna einhvern ákveðin hrút og sækja ég hér bara ákveðna kind. Nú ætla ég bara að para þessa tvo gripi saman og þá kemur raun og þessi hérna arfgerð, það er möguleg arfgerð, það er 50% líkur á arfsreitni lítið nefnri arfgerð og 50% líkur á lítið nefnri arfgerð, arfblendinni. Þetta var svona samantektin yfir innlestur og framsetningu á niðurstöðum og eflaust verða á eftir að einhverjar villur og einhverjar annmarkar eftir að dúkka upp við notkun á þessu og það verður náttúrulega bara unnið úr því að reyna að lagfæra það eftir því sem tökur á en þetta er allavega svona það verkfæri sem er komið inn í fjárvist núna og verður reynt að keyra á núna næstu vikur og mánuði til þess að vinna úr þessum upplýsingum sem að fást með arfgerðargreiningum vegna riðusmitts.